Við ætlum núna að fjalla þessum normaldreifinguna. Normaldreifingin er eina af þessum líkindadreifingum sem segja til það hvernig líkindi dreifast yfir einhverja stærð. Hérna erum við til dæmis með feril sem er svona bjöllulaga og þessi feril á að sýna hvernig líkindi dreifast. Þannig að það sem hann er hár þá eru líklegustu gildin og það sem hann er lægri þá eru minna líkleg gildi. Og við getum alltaf sagt normaldreifinguna, hún er samfelld. Fyrst hún er samfelld þá þýðir það að breytan x má taka hvaða gildi sem er. Við erum ekki bundin við það að breytan þurfa að vera heilartölur eða einhver ákveðin brot eða eitthvað slíkt, heldur má hún vera hvaða tala sem er. Og við getum alltaf hugsað þannig, það megi til dæmis snika til stærðinni eitthvað bara pínulítið brot og þá hefur það eitthvað smá áhrif á líkindin. Hún er líka samhverf meðaltali sem við köllum mý. Mý er sem sagt raun og veru eins og m í gríska stafrófinu. Það er líka notað, þetta tákn er líka notað fyrir míkró, en við notum þetta í tölfræðinni fyrir meðaltal. Og þetta meðaltal það liggur alltaf nákvæmlega í miðjunni á þessari kurvu, þar sem að toppurinn er. Og fyrst hún er samhverfu meðaltali, þá þýðir það í raun og veru að við getum alltaf treyst því að 50% mælinga verða minna heldur en meðaltali og 50% mælinga verða stærri en meðaltalið. Sem þýðir það í raun og veru að meðaltal normaldreifingar er það sama eins og miðgildið. Nú, við getum líka alltaf treyst því að normaldreifing mun alltaf speglast miðjuna. Sem þýðir það að ef við tökum hana feril og við snúum honum þennan ás, þá mun hann lenda aftur ofan í sjálfum sér. Nú, við getum líka alltaf vita það að normaldreifingin er bjöllulaga. Það er til nokkrar svona bjöllulaga dreifingar en normaldreifingin er eiginlega frægust og hún hefur þetta einkenni að fyrst hún er bjöllulaga, þá ræðst lögunin á henni aðalega af svokölluðu staðalfráviki. Staðalfrávikið er stærð sem segir til það hversu mikið þessar gildin á x er að dreifast út frá meðaltalinu. Þannig að ef við verum með stórt staðalfrávik þá eru gildin að fara lengra í burtu frá meðaltalinu, eða lítil staðalfrávik þá eru þau nær meðaltalinu. Og þar leiðandi ræður þetta hversu víð bjallan er. Þannig að bjallan hefur raun og veru sömu lögun, sama hvað staðalfráviki er, fyrir utan það að hún getur sem sagt orðið svona víðari og lægri eða hærri og þrengri eftir því hvað staðalfráviki er. Við getum alltaf hort á þessa kurvu og túlkað flatarmálið undir henni sem líkindi. Þannig að við velum til dæmis eitthvað 2 tölur eitthvað 2 gildi á x og ef við myndum draga línur upp frá þeim og fá eitthvað svæði hérna á milli, þá myndi svæðið tákna líkindi þess að ég fengi gildi inn að þessu bili. Og ein regla sem er svona ágætt að kannast við er þessi svokallaða 68, 95, 99,7 regla. Hún er þá þannig að ef við myndum nota staðalfrávikið sem svona mælistiku og myndum fara hérna í meðaltalið, myndum bæta við einu staðalfráviki og draga frá eitt staðalfrávik. Þá fengjum við 2 nýjar tölur sem marka ákveð svæði í kringum meðaltalið. Þetta svæði sem er hérna á milli meðaltalið plus 1 staðalfrávik og meðaltalið mínus 1 staðalfrávik, þetta hérna svæði mun alltaf vera 68% af heildarflatarmálinu undir kurfunni. Ef við tökum 2 staðalfrávik, bætum við öðru staðalfráviki hérna fyrir ofan og öðru fyrir neðan, þá fáum við annað svæði og þetta svæði mun innihalda 95% af öllu flatarmálinu. Sem þýðir það í raun og veru að fyrst við erum með 95% frá þessari línu
yfir að þessari hérna línu, þá hlýtur að vera það sem er hérna fyrir neðan og það sem er hérna fyrir ofan, það er til samans þessi 5% sem er eftir. Og ef við bætum einu staðalfráviki við í viðbútt, þá fáum við svæði sem inniheldur 99,7% af öllu flatarmálinu undir ferlinu. Og heildarflatarmálið undir svona þessum ferli verður alltaf einn heill vegna þess að mitt flatarmáli samsvara líkindum og heildarlíkindi eru alltaf einn heill. Í næsta myndbandi ætlum við síðan að fara í það hvernig við nýtum normaldreifinguna til að reikna ýmiss konar stærðir.